Lögregla hefur aldrei fengið fleiri beiðnir að leita barna en í ár. Brátt verður eingöngu neyðarvistun á Stuðlum. Lögreglumaður gagnrýnir úrræðaleysi í málum verst settu barnanna. Af hverju erum við ennþá á þeim stað? Ástandinu í Gazaborg er ekki hægt að lýsa með orðum. Þetta segir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Mögulegar aðgerðir íslenskra stjórnvalda voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun. Kvika heldur áfram að safnast jafnt og þétt undir Svartsengi. Seinni hluta mánaðarins aukast líkur á að dragi til tíðinda. 20 ár eru liðin frá náttúruhamförum eftir fellibylinn Katrínu. Hamfarirnar afhjúpuðu kynþáttamisrétti í Bandaríkjunum. Íslenski fáninn er notaður frjálslega á bæði kjöt og grænmeti, segir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Merkingarnar eru villandi og einfalda þarf regluverk um þær. Gott kvöld. Lögreglan fær að meðaltali eina beiðni á dag að leita að týndu barni. Úrræði sem eru til staðar virka illa og verst settu börnin að mati lögreglumanns. Lögreglan notar ýmsar aðferðir til að finna börnin sem halda sig gjarnan á sömu stöðunum, meðal annars á strætóstöðinni í Mjódd. Ég fer stundum sit inni. Þau eiga kannski ekki alveg von á mér þar. En þau kannski sjáðu bílinn, en svo getur líka verið bara yfir á smiðjuveginum og verið með drónan yfir og fylgjast með því hvort þið sjáuð. Og ég er búinn að ná þeim ansi mörgum hérna. Þetta er ekki svo mýtan að fólk er alltaf að velta fyrir einhverju, krakkandi sé einhverju greni, þau eru bara á ferðinni. Hluti barnanna er með fíknivanda. 2 af hverjum 5 sem leitað er að og finnast fara í meðferðarúrræði, aðallega á Stuðla, Blönduhlíð eða einkareknar meðferðir. Guðmundur hefur leitað barna í 11 ár og segist á þeim tíma hafa séð hversu mikilvægt er að einhvers konar aðskilnaður sé á milli yngri og eldri barna í meðferðum. Árið 2016 þá komu foreldrar fram, foreldrapilt sem var þá í sterkningu 12 og annað sem að vinna við hafi verið 16-17 ára. Ungi pilturinn er rétt að byrja, hinn er í bullandi neyslu, jafnvel í miðöfnu hæð. Þeir tveir voru vistaðir saman á neyðarvistun, 1-2. Þarna geta orðið smitáhrif. En ungi maðurinn sem þú nefndir núna, hvar er hann í dag? Hann er látinn. Síðan ég byrjaði, þá eru 9 krakkar látnir. 2017 er áhaldinu lokað og þá átti að fara að byggja úrræði hérna á höfuðborgarsvæðinu sem ætti að takast á við þetta til þess að aðskilja og það er ekki komið. Ég veit ekki einu sinni hvort það eru komnar teikningar, en erum við ekki að fara að stækka Þjóðleikhúsið? Ég veit það bara að það sem við erum að gera í dag virkar illa á þennan verst setta hóp. Af hverju erum við ennþá á þeim stað? Það sem af er þessu ári hefur lögregla fengið tæplega 250 beiðnir að leita barna, að meðaltali eina á dag. Það eru 70 fleiri beiðnir en á sama tíma í fyrra, en þá höfðu þær aldrei verið fleiri. Kynjahlutföllin eru nánast jöfn. Leitað er að sumum börnum oftar en einu sinni, en á bakvið þessar beiðnir eru 75 börn. Það yngsta 11 ára. Þar af eru 28 börn sem leitað var að í fyrsta skipti í ár. 150 beiðnir voru vegna barna sem höfðu farið að heiman. 100 vegna barna sem struku af Stuðlum og þar af höfðu 8 strokið úr neyðarvistun. Börn velja nú helmingi skemur en áður í neyðarvistun á Stuðlum vegna plássleysis. Plásum þar hefur fækkað þriðjung. Svo staðan er núna að getur tekið fyrir 6 börnum á hverjum tíma. Það er minna heldur en var. Já, það skrapp niður úr 9. Hluti húsnæði Stuðla brann fyrir tæpu ári og þar lést piltur sem þar var vistaður. Húsnæðið hefur enn ekki verið gert upp en eftir eldsvoðann þrengdist mjög að starfseminni, einkum neyðarvistun og tíma var eingöngu pláss fyrir 4 börn. Fyrr á árunni voru börn í neyðarvistun í gluggalausum fangaklefa á lögreglustöðinni í Hafnarfirði. Dvelja börnin lengi í neyðarvistun áður? Nei, við styttum jafnframt vistunartímann, þannig að förum við í 7 daga úr 14 dögum og það er gert til þess að koma í veg fyrir að við þurfum að vísa frá börnum. Dugar alltaf þessi skemmri tími? Sko, hann dugar sem neyðarvistun í lang flestum tilfellum. Mikla breytingar verða brátt á starfsemi Stuðla. Færa meðferðardeildina út og þetta verði hinn stór neyðarvistun
og í rauninni staður þar sem við getum tekið við gæsluvarðhaldi og afplánun í einhverju tilfellum. En hvert fara þá þau sem eru í meðferð? Þau fara í Blöndulíð, meðferðarheimili Blöndulíð sem við opnuðum á Vogi. Ítrekaðar athugasemdir hafa verið gerðar í tímans rás við að ekki hafi verið hægt að greina yngri og eldri börn í neyðavistun á Stuðlum. Talað hefur verið smit í þessu samhengi, það er að yngri börnin tilengi sér hegðun þeirra eldri. Það verður hægt og með þessum breytingum það er stóra byltingin í þessu að það verður miklu auðveldara að aðgreina. Lengi hefur staðið til að reisa meðferðarheimili fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda, en lítið hefur gerst. Nýtt heimili í Garðabæ hefur verið í mörg ára á teikniborðinu og áformum heimili á Skálatúni í Mosfellsbæ runn út í sandinn. Það verður að finna út hvar á að byggja. Myndi það ekki létta einhverju leyti á Stuðlum? Jú. Og við þetta má bæta að Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra gat ekki veitt fréttastofu viðtal vegna þessa máls í dag. Ísraelsher ætlar að herða enn árásir á Gazaborg. Að minnsta kosti 7 börn eru á meðal þeirra sem herinn hefur drepið í dag. Hræðsla og angist greip sig meðal íbúa í dag þegar einn hæsti turn borgarinnar var jafnaður við jörðu. Fjöldi fólks á flótta hafðist við í og við turninn og voru nokkrir fluttir særðir á sjúkrahús. Þetta var eitt stærsta hverfið í Gazaborg. Eftir árásir síðustu vikna lítur það svona út. Fleiri en 500 voru drepin. Gaza City, the last refuge for families in the northern Gaza Strip, is fast becoming a place where childhood cannot survive. It is a city of fear, flight and funerals. Samkvæmt UNICEF ekki lengur hægt að lýsa ástandinu í borginni með orðum. Ísraelsher sýnir engin merki að látið verði af árásum, þvert á móti. כיום אנחנו אוחזים ב-40% משטח העיר עזה. הפעולה תמשיך להתרחב ולהתעצם בימים הקרובים. Fyrir 2 vikum lýstu Sameinuðu þjóðirnar yfir hungursneyð í Gazaborg og nágrenni. Minnst 370 hafa dáið úr hungri. The starvation of the people of Gaza will not make Israel safer, nor will it facilitate the release of the hostages. This is a catastrophe that Israel could have prevented and could stop at any time. Í Ísrael heldur fólk áfram að mótmæla stjórnvöldum. Í dag myndust ástvinir gíslana sem enn í haldi á Gaza að 700 dagar eru liðnir frá því að Hamas-samtökin námu þá á brott. Please don't let another Shabbat, another birthday, another day pass while they remain in dark. Bring them home now. Og utanríkisráðherra palestínsku heimastjórnarinnar kemur til Íslands í október og tekur þátt í friðarráðstefnu. Utanríkisráðuneyti Íslands kortleggur aðgerðir til að auka þrýsting á Ísrael. Þá ræddi ríkisstjórnin á fundi sínum í morgun mögulegar aðgerðir til að bregðast við ástandinu á Gaza. Aðgerðirnar verða ræddar í utanríkismálanefnd eftir helgi. Við í utanríkisráðuneytinu við höfum verið að kortleggja hvað hægt að gera til þess að skapa enn meiri þrýsting þannig að komist á meðal annars vopnahlé og meiri friður á því svæði og við höfum gert það líka í samvinnu við önnur ráðuneyti en ég vil og ætla mér að greina og eiga samtali við utanríkismálanefnd fyrst áður en að við förum yfir nánari aðgerðir. Kemur þá til greina til dæmis að beita viðskiptaþvingunum? Það kemur ýmislegt til greina og við höfum verið að reyna að skoða bæði það sem við sem þjóð, hvað við getum gert en líka ekki síður hvað við getum gert í samvinnu og samstarfi við aðra þjóðir og við sjáum það að ein og sér árangurinn kannski ekki nægilega mikill en saman höfum við náð að skapa ákveðin þrýsting. Forseti Rússlands hótar því að ráðast á vestrænar hersveitir verði þær sendar til Úkraínu. Á 3. tug ríkja eru reiðubúin að auka við varnir Úkraínu með því að senda þangað herlið. Bandalag hinna viljugu átti fund í París í gær. Fulltrúar 35 ríkja sem styðja Úkraínu í innrásarstríði Rússa tóku þátt. Les 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Macron segir tilgangin ekki að heyja einhvers konar stríð við Rússland, heldur tryggja öryggi Úkraínu.
Forseti Rússlands tekur ekki vel í þessar hugmyndir. Что касается возможных контингентов воинских на Украине. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. Það virðist ekki þokast í átt að vopnahléi eða friðarsamningum þrátt fyrir aðkomu Bandaríkjaforseta. The one that I thought would be maybe one of the easiest, you know that feeling? You think one thing is going to be easier, turns out to be a little bit tougher. Áður en hann tók við embætti í janúar hafði Trump ítrekað sagst geta stöðvað stríðið á einum degi. And we'll get it done. But that's turned out to be the most difficult of the group. Líkur á eldgosi eða kvikuhlaupi undan Svartsengi aukast seinni hluta þessa mánaðar ef kvikusöfnun heldur áfram á sama hraða á síðustu vikur. Nú hafa 6 til 7 milljónir rúmmetra af kviku safnast undir Svartsengi samkvæmt mælingum Veðurstofunnar. Í síðasta gosi miðjan júlí hlupu 12 milljónir rúmmetra úr kvikuhólfinu. Líklegast að það gjósi á milli Sundhnúks og Stóra Skógfells. Og Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aðlögunar mælinga á Veðurstofunni, velkomin. Við höfum hérna línurit Veðurstofunnar kvikusöfnun undir Svartsengi. Hvað þýða þessar rauðu línur þarna? Nú, þetta sýnir okkur hvernig rúmmálið undir, sem að safnast fyrir undir Svartsengi að þróast í tíma og frá því í október 23 til dagsins í dag og við sjáum kannski tvennt sem við sjáum, getum lesið út úr þessu og kannski benda á hérna, þetta eru eldgos. Þetta eru eldgos, absolutt eru eldgos. Við sjáum, það er mjög mikill hraði, innflæðið mjög hratt til að byrja með og en það hefur verið að smám saman hægja á sér. Já. Annað er að við erum að sjá að það er svona að jafnaði þá þarf alltaf meira og meira kvikumagn til þess að komast að næsta atburði. Akkurat. Þetta breyttist reynda núna síðast og það var talsvert í að kvikumagni næði þessum þröskuld þegar að gosið fór í gang. Akkurat. Þannig að nú er spurning hvort að við séum að búa til nýjan þröskuld og það er það sem hérna við erum að byggja okkar mat á núna. Það þurfi ekki meira heldur en þetta til að komast að næsta atburði eða þarna á þessu bili. Já. En það er náttúrulega óviss það hvort að þetta sé bara frávik og við þurfum að komast allavega hingað aftur. Það þarf miklu lengri tíma. Akkurat, nú kvikusöfnun svona svipuðum hraða og fyrir síðasta gos og þið á Veðurstofunni þið segið að það fara svona líkurnar á nýju eldgosi fara að aukast svona eftir miðjan september. Já, það byggir raun og bara þessu og það ef þú heldur þessari línu áfram þá erum komin miðjan september upp í sama hæð þarna hér eða svipað. Sko síðasta hraun það rann fjarri mannabyggð. Getum við átt vonaði að það sama gerist núna? Að öllum líkindum. Við getum ekkert fullyrt en það hefur verið almenn þróunin að virknin virðist vera að færast núna á norðurpartin á kerfinu. Já. Og þannig að það er svona það sem við teljum líklegast en við getum því miður ekki ennþá útilokað að eitthvað gerist nærri Grindavík. Nei. En hvað með einhver önnur kerfi? Getur verið að þetta fari eitthvað annað? Það er ólíklegt. Allavega á þessum tímaramma næstu mánuður ár eða næsta ári kannski. En auðvitað getur það farið eitthvað annað á næstu árum eða áratugum. Það er engin leið að segja til fyrir það. Nei. Í síðustu gosum hefur viðkvæði stundum verið þetta síðasta gosið í þetta skipti. Það er náttúrulega ekkert hægt að segja til það. Það geti alveg verið, en nei, það er ekkert hægt að segja til fyrir það. En við sjáum að þróunin að það er að hægja á þessu, þannig að allir líkindum en kannski komið, farlega seinni partinum að þessu eða komið inn í hann, en það er, ég held að við getum ekkert spáð það held ég. Akkurat, takk fyrir að koma hingað til okkar í Myndver, Benedikt Ófeigsson. Þá út í heim, bandaríska borgin New Orleans hefur enn ekki borið sitt barr eftir að fellibylurinn Katrina gekk þar á land fyrir 20 árum. 1400 létust í hamförunum sem þóttu afhjúpa kynþáttamisrétti í Bandaríkjunum. Eftir að hafa keyrt upp krafta sína í Mexíkóflóa skall fellibylurinn Katrina á land í Louisiana í Bandaríkjunum í lok ágúst 2005. Ég man að ég leigði bíl í Jackson í Mississippi og keyrði svo niður til New Orleans og á leiðinni mætti ég sífellt fleiri bílum sem voru fullir af fólki og búslóð. Fólk var greinilega að flýja borgina. Þetta var einhverjum degi eða tveimur eftir að stormurinn hafði gengið yfir. Stormurinn olli talsverðri eyðileggingu en það sem á eftir kom gerði slæmt ástand enn verra.
Fjöldi varnargarða í kringum borgina New Orleans brast svo 80% borgarinnar sem var byggð langt undir sjávarmáli fór á kaf. It was the first major disaster of that scale that was really captured in sort of a 24-hour news cycle. And so people's suffering was on full display during Hurricane Katrina. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum og almannavarnir voru harðlega gagnrýnd fyrir að koma seint og illa til aðstoðar þar sem fólk beið jafnvel dögum saman fast á húsþökum eftir aðstoð. Það var fólk í neyð þarna sem hafði bara brotið glugga á matvörubúðum til að ná sér í eitthvað að borða. Ég sá látið fólk á gangstéttum sem enginn hafði heyrt í einhverja daga. This recovery will take a long time. This recovery will take years. Bush hefur beðist afsökunar á þessu. Hann hefur viðurkennt að þetta hafi ekki verið nógu gott. Hann hefur lofað 7.000 hermönnum í viðbót á svæðið. Svo virðist sem liðsaukanum hafi frekar verið ætlað að sinna öryggisgæslu í stað hjálparstarfs þó meiri þörf hafi verið á því síðarnefnda. Það er nokkuð ljóst að almannavarnir FEMA eins og þessi stofnun heitir í Bandaríkjunum, hún stóð sig ekki nógu vel hvorki til skamstíma né til lengri tíma þegar að koma að því að hjálpa fólki sem hafi mist alla sínar eigur og heimili sín í New Orleans. Over 1.2 million people were scattered all across the United States. And so I think those things were different about Katrina, just the stark inequalities, the human suffering, the scope and scale of the displacement across this nation. Ég hef alveg fylgst með því að borgin New Orleans og samfélagi þar hefur verið að ströggla á undanförnum árum og ennþá að ströggla. Það held ég að segja eitthvað skipulag svona mála í Bandaríkjunum sem og kannski stöðu þeldökkra í Bandaríkjunum sem auðvitað sá þjóðfélagshópur sem er stærstur á þessu svæði í Louisiana, það sem að New Orleans er. Hérna hinum megin við fellibrúna fyrir aftan mig er lægri hlutin á 9. hverfi. Þar er eyðileggingin nær algjör. Ég held að það sé einhver erfiðasta fréttaferð sem ég hef nokkurn tímann farið í. Nánar verður fjallað áhrif Katrínu í fréttaskýringaþættinum Heimskviður sem hefst aftur eftir sumarfrí á morgun á Rás 1. Aftur hingað heim. Koma þarf í veg fyrir að kjöt og grænmeti sé markaðsett með villandi hætti. Þetta segir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Flestum neytendum finnst skipta máli hvaðan vörurnar koma og vilja frekar íslenskar. Við matarinnkaup skiptir upprunaland matvælana þið máli? Já, mjög miklu. Ég reyna að kaupa eingöngu innlenda vörur. Já, og gerir það nú oftast. Helst íslenskt. En hvernig finnst þið svona merkingar almennt vera háttað á matvælum? Já, frekar góðar. Ekki skylt að merkja matvöru upprunalandin í undantekningar tilfellum. Kjötframleiðendum þó skylt að merkja sínar afurðir og hvaðan þær koma. Hér erum við með nautakjöt, upprunaland, Ísland. Svo erum við með hakk, það kemur frá Írlandi. En þessar kjúklingabringur hér, sem eru í marineringu, hér upprunalands ekki getið. Ástæðan fyrir því einföld. Samkvæmt reglugerð nær krafan upprunamerkingu einungis yfir nýtt kælt eða fryst kjöt. Leið og kjötið hefur verið kryddað eða blandað með aukaefnum gildir krafan upprunamerkingu ekki. Sama gildir innmat, hakk og unnar kjötvörur. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna segir bændur hafa haft áhyggjur af upplýsingaóreiðu á landbúnaðarvörum í þó nokkurn tíma. Við erum öll neytendur. Við viljum vita hvað við erum að kaupa, hvort sem við ætlum að kaupa okkur íslenska vöru eða erlenda, að þá höfum við allan að val það að vita hvað við erum að kaupa. Og það hefur auðvitað verið þannig að það hafa verið villandi merkingar. Við erum bæði að sjá að íslenski fáninn hefur verið notaður frjálslega og það á bæði við kjöt og grænmeti. Margrét segir þetta risastórt neytendamál. Mikilvægt sé að einfalda regluverkið. Til dæmis það gerir ekki erlenda kjúkling íslenskan að þú saltar hann og piprar á Íslandi. Eða setur hann einhvers konar marineringu. Og það verður líka að gera greinamun á upprunalöggjöfinni sem slíkri og líka bara almenni neytendalöggjöf og neytendavernd viðskiptahætti og markaðshætti og annað. Að það sé ekki verið með villandi hætti sett fram og þannig ég ekki að segja að það sé vísvitandi eða þá einfallega með blekkjandi hætti. Og það þarf að gera það fyrir það. Skiptir það því máli hvaðan vörurnar koma sem þú kaupir inn? Já,
Ég vil frekar íslenskt. Hvernig finnst þið svona merkingum almennt á matvælum vera háttað? Miðað við í öðrum löndum þá finnst mér hún mjög léleg. Af því þar alveg bara mjög skýrt Spánn eða Evrópa eða og svo kemur Ísrael og það allt líka sko. 5 karlmenn voru handteknir á Siglufirði í gærkvöld eftir að tilkynning barst slasaðan mann í bænum. Mönnunum hefur öllum verið sleppt og svo slasaði hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Maðurinn var ekki í lífshættu en með talsverða áverka. Lögreglan naut liðsinni sérsveitar ríkislögreglustjóra í aðgerðunum. Bæjarbúar hafa gagnrýnt aðkomunnar á samfélagsmiðlum í dag. Einn þeirra segir að umfangið hafi ekki verið í samræmi við aðstæður. Ég held að sé alveg að þetta fullyrði það að þarna ekki slys að ræða. Þetta gerist í einhverjum samskiptum manna. Það alveg ljóst. Þannig þið teljið að umfangið hafa verið bara við hæfi? Já, það var eðlilegt. Þarna náttúrulega þetta inn í miðjum bæ og þarna kemur upp atvik sem ekki ljóst á neitt hátt hver orsökin og það var ekki annað hægt á þessu stigi máls heldur en bara bregðast við bara af ákveðni og fá bara rétta niðurstöðu í málið. Og þá víkur sögun á Háskólatúnið hér í Reykjavík þar sem Októberfesta bæverskri fyrirmynd stendur sem hæst. Þar Erla María Davíðsdóttir. Erla, bjórhátíðin setur svip sinn á borgina þessa dagana. Ert þú búin að bragða á veigunum? Herðu, nei, svo sannarlega setur hún bragð sinn hérna en ekki ennþá, enda ég í vinnunni en við vitum náttúrulega bara aldrei hvað gerist á eftir en fólk svona óðum að tínast hérna inn á svæðið enda eru bara herlegheitin að fara að byrja bara eftir 10 mínútur en hjá mér eru þau Arend og Valgerður sem hafa veg og vanda af hátíðinni. Arend, þetta byrjaði í gær en þið hafi verið að hita upp í raun og veru alla vikuna. Já, það eru ýmsar keppnir og skemmtanir sem hafa verið frá með nýnemamótinu sem var síðastliðinn föstudag, fótboltamóti. Og síðan byrjaði hátíðin akkurat í gær og annar dagurinn að byrja og loka dagurinn á morgun. Og Valgerður, það búið að vera mikið í gangi í dag? Já, heldur betur. Við byrjuðum klukkan 3 með Ólympíuleikana sem að nemendafélög við Háskóla Íslands keppa í alls konar leikjum í anda Októberfest. Og hvernig hefur þetta svona gengið? Hafa gestirnir verið svolítið spakir? Hvað segirðu? Gestirnir? Hafa gestirnir verið spakir? Já, það gengur bara allt með sóma sko. Það náttúrulega svo mikill viðbúnaður og allir bara skemmta sér sko. Og hvernig hefur svona sambýlið með nágrönnum gengið? Hafið þið fengið einhverja kvartanir? Við reynum alltaf náttúrulega að gera þetta í sátt og samlendi við bara nærumhverfið og rektor og fleira og við fengið einhverja kvartanir en engar svona alvarlegar myndi ég segja sko. Og hvað svona helst á dagskrá í kvöld? Nú byrja herlegheitin bara eftir nokkra mínútur og það fólk að detta inn. Hvað svona hæst í kvöld? Það fer eftir hvað smekk þú hefur en það Inspector Spacetime, Páll Óskar, við erum með Jónu Guðrúnu og Bandmenn. Svo erum við með rapparana Daníl og Issa og bara allt fyrir alla sko. Og þið eru með talsverða öryggisgæslu hérna, það eitthvað sem þið hafi verið að bæta í undanfarin ára, það ekki? Jú, alveg klárlega og það, eins og ég sagði áðan, það mjög mikill viðbúnaður og ekkert sparað þegar kemur að öryggi. Það náttúrulega forseta þess að við getum verið hérna og skemmt okkur að það séu allir að skemmta sér fallega sko. Herru, takk fyrir þetta Arend og Valgerður og nákvæmlega það óskandi að það skemmti sér allir hérna vel og fallega og við bara kveðjum héðan frá Háskólatúni. Já, takk fyrir það Erla María. Við vonum að stúdenta skemmti sér fallega í kvöld og þá að veðri. Lægð gengur inn á sunnanvert landið í kvöld og heldur til norðurs í nótt. Á morgun útlit fyrir suðlæga eða breytilega átt víða 3 til 10 metrar á sekúndu en norðaustlægari á Vestfjörðum. Skýjað með köflum og skúrir en samfelld rigning austanlands annað kvöld. Hiti 7 til 15 stig hlýjast landið norðaustanvert. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta hóf nú áðan leik í undankeppni heimsmeistaramótsins sem fram fer í Ameríku næsta sumar. Leikur Íslands og Azerbaidsjan stendur nú yfir á Laugardalsvelli. Breiðablik kom sér í kjörstöðu í baráttunum Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta í gærkvöld. Við hittum fyrir Íslandsmeistarann í torfæruakstri. Sá býr í Fellabæ, smíðar bílinn sinn sjálfur og notar ekki samfélagsmiðla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Lögregla hefur aldrei fengið fleiri beiðnir að leita barna en í ár. Brátt verður eingöngu neyðarvistun á Stuðlum. Lögreglumaður gagnrýnir úrræðaleysi í málum verst settu barnanna. Af hverju erum við ennþá á þeim stað?
Ástandinu í Gazaborg ekki hægt að lýsa með orðum. Þetta segir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Mögulegar aðgerðir íslenskra stjórnvalda voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun. Kvika heldur áfram að safnast jafnt og þétt undir Svartsengi. Seinni hluta mánaðarins aukast líkur á að dragi til tíðinda. Og það er það sem við erum að byggja okkar mat á núna. Það þurfi ekki meira heldur en þetta til að komast á næsta atburði eða þarna á þessu bili. Já. 20 ár eru liðin frá náttúruhamförum eftir fellibylinn Katrínu. Hamfarirnar afhjúpuðu kynþáttamisrétti í Bandaríkjunum. Íslenski fáninn er notaður frjálslega á bæði kjöt og grænmeti, segir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Merkingarnar eru villandi og einfalda þarf regluverk þær. Þessum fréttatíma er að ljúka. Það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn. Það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, það er kannski rétt að taka fram, það er ekki kastljós í kvöld. Verið sæl.